Metfjöldi kórónuveirusmita greindist innanlands í gær. Deildarstjóri Covid-göngudeildar Landspítalans segir að starfsfólk sé orðið langþreytt vegna manneklu og álags. Mun færri á spítala í Englandi vegna Covid-19 nú en í síðustu bylgju. Einn virtasti faraldsfræðingur Bretlands bjartsýnn á að sjúkdómurinn verði ekki lengur faraldur þegar líða fer á haustið. Veðurblíðan á Norður- og Austurlandi að undanförnu hefur haft veruleg áhrif á tún. Bóndi í Skagafirði reiknar með að þurfa að minnka bústofninn vegna heyskorts. Brákarey við Borgarnes býður upp á mikla möguleika í framtíðaruppbyggingu að mati heimamanna. Margar hugmyndir íbúðabyggð, veitingastaði og jafnvel sjóböð við eina. Dýrahirðar í Ástralíu nýta samfélagsmiðla til að leiða saman risaskjaldbökur í útrýmingarhættu. Vonir standa til að þær geti fjölgað sér þegar þær mega loks hittast eftir sóttkví. Gott kvöld. Metfjöldi smita greindist innanlands í gær og landlæknir segir delta-afbrigðið breyta leikreglum faraldursins. Forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar telur að næstu dagar skeri úr framhaldið. 123 smit greindust innanlands í gær og aldrei hafa fleiri smit greinst á einum degi. 88 þeirra sem greindust voru utan sóttkvíar. Tölurnar voru uppfærðar síðdegis vegna þess hversu langan tíma tók að greina sínu. 84 þeirra sem greindust voru full bólusettir. Hér við sýnatökustöð heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu hefur fólk staðið í löngum röðum í dag og í gær. Hátt í 4500 sýni voru tekin í gær og það stefnir í svipaðan fjölda í dag. Flestir eru með einkenni, einhverjir eru í sóttkví og sumir eru ferðamenn á heimleið. Delta-afbrigði kórónuveirunar sem nú dreifist samfélagið mun skæðara en fyrri afbrigði. Delta talið valda tvöfalt fleiri innlögnum og jafnvel fleiri dauðsföllum og við munum öll hvernig Indland var leikið núna í apríl og maí enda fáir bólusettir þar og delta-afbrigði síðan að breytast heiminn og að breyta leikreglunum í þessum heimsfaraldri. Alma segir óvissu þó ríkja það hversu hátt hlutfall bólusettra veikist alvarlega en áætlað sé að það verði 0,5 til 1%. Þegar það skýrist þurfa að endurmeta varnir og viðbrögð við faraldrinum. Skilaboðin eru auðvitað þau að við erum bólusett en að það samt uppi óvissa og þess vegna eru þessar takmarkanir settar á og síðan verðum við bara að sjá hverju framvindur og ef að mjög fáir veikjast þá þurfum við kannski að slaka á aftur og undirbúa okkur fyrir að lifa með veirunni. En ef að mjög margir veikjast alvarlega, þá gætum við þurft að herða á eins og við höfum gert áður. En hvað gæti það þýtt að lifa með veirunni? Þá held ég við bara að ganga í þessu landi eins og við gerðum fyrir þessa farsótt. Ég held að vísu það gerist nú ekki akkurat þannig og ekki á einum degi. Ég held við hljótum að halda svolítið höndum gamalmennin og þá sem eru með undirliggjandi sjúkdóma. En ef mjög fáir verða illa lasnir eftir svona viku, þá mistókst ástæður til að endurskoða mjög grannt hvernig við ætlum að beita sóttvörnum í landinu. Kári segir aðgreiningargögn sína að veiran flæði hratt inn í landið þessa dagana. Ég hefði kannski kosið að við hefðum ekki hægt að stíma þá sem eru bólusettir þegar þeir koma til landsins. Ég hefði kannski kosið að fresta því að opna landamærunum 1 mánuð. En ég held að það hafi verið allt í lagi að gera þetta svona samt. Ég held fram að þessi tilraun sem í gangi núna, hún skiptir mjög miklu máli og ég held að það sé mjög erfitt að komast að skynsamlegri niðurstöðu á þess að hafa þau gögn sem verða til núna næstu dögum. Já, og við erum hér fyrir utan veiru- og sýklafræðideild Landspítala og hér auðvitað ennþá verið að greina sýni og af ströngum öryggisástæðum getum við ekki verið þarna inni. En eins og kom fram í fréttinni hérna undan þá var metfjöldi smita í gær á einum degi og það tók fram á miðjan dag að greina sýnin og hjá okkur yfirlæknirinn hér, Karl Kristins. Hvers vegna tók þetta svona langan tíma? Já, og deildin að vinna nálægt fullri afkastagetu við greiningu á COVID-sýnum. Afkastagetan 4.000 til 5.000 sýni á dag og við erum ekki langt frá því
nálgast 5.000 sýni og þá má rauninni ekkert koma upp á og það sem gerðist seinnipartinn í gær að það var bilun sem byggðist á því að það var ekki tenging á milli tækisins og tölvukerfisins okkar. Þannig að það þurfti að endurtaka keyslur og eftir að viðgerð hafði farið fram í gærkvöldi og það þurfti sem sagt að keyra þá 600 sýni í morgun sem voru frá gærdeginum. Hvað gerist ef sýnin verða fleiri? Gæti þurft að kalla inn starfsfólk eða leita til íslenskrar erfðagreiningar? Já, eins og staðan núna þá erum við nálægt fullri afkastagetu, 4.000–5.000 sýni á dag. Það miðast við þann fjölda starfsmanna sem eru. Það náttúrulega allir í sumarfríum og við vonumst til þess að þurfum ekki að kalla inn úr sumarfríum en það væntanlega næsta skrefið ef þetta fjölgar enn frekar. Þið eruð að greina sýni. Eru svipaðar smittölur á morgun eins og í dag? Ég hugsa það. Ég hugsa að það verði bara svipað. Það er erfitt að meta á þessu stigi hvort að þetta verði meira eða minna. Kærar þakkir fyrir þetta. Það er víða álagan hér. Deildarstjóri COVID-göngudeildarinnar segir að fólkið þar, starfsfólkið sé orðið langþreytt og það voru að minnstakosti 2 COVID-smitaðir lagðir inn á spítalann í dag. Sumarfríið var endasleppt hjá mörgum heilbrigðisstarfsmönnum eftir að smitum fór fjölgandi, annað sumarið í röð hjá sumum, þar sem smitum fór að fjölga aftur eftir hlé á svipuðum tíma í fyrra. Það gerir það. En auðvitað fólk orðið langþreytt og langar að vera áfram í fríi, en það skynjar alveg hvernig ástandið er og kemur. Það kom svolítið aftan á okkur að allt þetta bólusetta fólk myndi smitast og verða svo pínlasi líka, þannig að það svolítið að koma aftan okkur. Sólveig segir að komi fleiri bylgjur þurfi viðbrögðin að vera betur skipulögð. Þetta getur ekki verið svona áhlaup. Við getum ekki verið í því alla næsta vetur til dæmis að þetta verði svona áhlaupsvinna aftur og aftur. Það held ég að mun ekki ganga. Sem betur fer hafi bólusetningin komið í veg fyrir alvarleg veikindi hingað til. Sólveig segir þó of snemmt að hrósa happi, það taki fleiri daga fyrir einkennin að koma fram. Og það sem við vonumst til og eru rauninni að sjá að einhver leyti að fólk ekki eins veikt eins og í hinum bylgjunum. En það kemur kannski ekki í ljós fyrir eftir svona almennilega fyrir eftir svona viku. 2 voru lagðir inn á Landspítalann í dag. Þá eru 4 inniliggjandi og 750 í einangrun sem eru öll í eftirliti hjá COVID-göngudeildinni. Sólveig segir að með hverju afbrigði fylgi einkenni sem meira áberandi en annað. Núna það magapína. Við erum búin að vera að skoða svona 5–6 á dag núna undanfarið og það svolítið svona að við getum fengið fólk hérna til okkar, gefið í vökva og resta við og svo getur það bara komið aftur. Þannig hægt að koma í veg fyrir spítalinnlagnir. Á föstudaginn fór spítalinn á hættustig. Þá hafði smitum farið fjölgandi í tæpa viku og 2 voru inniliggjandi. Þetta var gert meðal annars vegna mönnunarvandræða. Margir voru í sóttkví og í sumarfríi og óvissa þróun faraldursins. Það búið að vera langvarandi mannekla á spítalanum og það er hluti sem þarf að fara að virkilega að horfa á, ekki bara stjórnendur spítalans heldur bara ríkisvaldið verður að fara að finna þá út hvernig allar reka hana spítala þannig að það sé hægt að lifa við þetta vinnuálag. Við ræddum þetta einmitt við heilbrigðisráðherra eftir ríkisstjórnarfund í dag og spurðum hana hvað henni fyndist það segja stöðu spítalans að það þurfi strax að grípa til hættustigs. Þetta segir kannski fyrst og fremst stöðu COVID en það sannarlega þannig að við getum ekki litið á þetta verkefni sem bara áhlaupsverkefni eða átaksverkefni eða eitthvað slíkt. Við þurfum að huga líka að því hvernig við styrkjum heilbrigðiskerfið okkar varanlega þannig að því sé ekki of þunnt smurt og það verði brothætt undir þessum kringumstæðum. Þér finnst ekki vísbending stöðu spítalans eða vanmátt hans á þessum tíma að þau hafa farið strax á hættustig? Ég held að þetta sé bara raunsæi. Ég meina farsóttanefndin þetta bara að fara yfir stöðuna og við vitum alveg hver vandi íslenskrar heilbrigðisþjónustu það snýst mönnun og það snýst ýmiss konar innviði þjónustunnar. Við höfum verið að bæta í fjármagn á undanförnum árum en það breytir því ekki að það var gengið mjög nærri heilbrigðisþjónustunni eftir hrunið. Einn virtasti faraldsfræðingur Bretlands bjartsýnn á að COVID-19 verði ekki lengur faraldur í haust.
5.000 eru á spítala vegna sjúkdómsins í Englandi. Í síðustu bylgju þurftu fleiri en 30.000 að leggjast inn á sjúkrahús. Rétt rúm vika síðan öllum takmörkunum var aflétt innanlands á Englandi. Síðustu 6 daga hefur greindum smitum á dag farið fækkandi. Þetta hefur ekki farið framhjá forsætisráðherranum. It is very, very important that we don't allow ourselves to run away with premature conclusions about this. The step 4 of the opening up only took place a few days ago. People have got to remain very cautious, and that remains the approach of the government. Þessi þróun nokkuð óvænt því hafi verið spáð að smitfjöldi gæti náð allt upp í 100 eða 200.000 á dag. Á meðal þess sem talið hafa þessi áhrif frí í skólum, gott veður sem gerir það að verkum að fólk hittist frekar úti og endalok Evrópukeppninnar í fótbolta, en smitum fjölgaði talsvert í kringum hana á Englandi. Lítum á fjölda smita frá því takmörkunum var aflétt 19. júlí. Þann dag voru hátt í 35.000 greind með COVID-19, í gær voru þau 12.000 færri eða ríflega 22.000. Í dag eru fleiri en 5.000 á spítala á Englandi vegna COVID-19. Þeim hefur farið fjölgandi síðustu daga. En sé litið til síðustu bylgju, þegar smitfjöldi á dag var svipaður og í þessari, þá mikill munur á fjölda þeirra sem leita þarf á spítala. Líklega þetta bólusetningu að þakka. 70% Breta hafa nú fengið að minnstakosti eina sprautu. Neil Ferguson, prófessor við Imperial College og einn virtasti faraldsfræðingur Bretlands, segir of snemmt að hrósa sigri. We'll be able to tell really later this week and then next week whether we see hospitalizations, which are still rising at the moment, start to decline. That would give us more confidence that we really have seen a peak, maybe not the peak, but a peak at the moment. As my colleague just said, we need to remain cautious. There is the potential of quite a substantial increase in contact rates again, particularly if the weather becomes less fine as schools reopen in September. So we're not completely out of the woods, but the equation has fundamentally changed. Ferguson hins vegar bjartsýnn á framhaldið. The effect of vaccines has been huge in reducing the risk of hospitalization and death. And I think I'm positive that by late September, October time, we will be looking back at most of the pandemic. We'll still have COVID with us. We'll still have people dying from COVID, but we'll put the bulk of the pandemic behind us. Ólympíuleikarnir í Tókíó standa sem hæst og þar þurfa bæði keppendur og starfsmenn að fara reglulega í COVID-próf. Sigurbjörn Árni Arngrímsson fylgist með leikunum. Sigurbjörn, hvernig hefur þetta gengið? Japanarnir hafa staðið sig afskaplega vel í smitvörnum, eru með spritt út allt, láta alla ganga með grímur og það virðist vera að skila árangri því að þeir hafa tekið 239.418 próf. Þar hafa verið 52 jákvæð eða 0,02% meðal þessara ólympíu fólks. Það aðeins meira á landamærunum. Þar hafa verið tekin 37.579 próf og 30 greinst jákvæð eða 0,08%. Þannig að þetta gengur bara afskaplega vel hjá þeim og ég veit ekki til þess að nein smit hafi fundist meðal íþróttamanna eftir að keppnin byrjaði. Ég reyndar grímulaus núna, þetta í einu skipti sem við stelum til þess að vera án grímu, það þegar við erum að tala við ykkur heim, en við erum hitamældir í bak og fyrir, við þurfum að skila sýnum á morgun, hvert okkar þarf að skila einu svona slef eða munnvatnssýni og þannig að já, ég verð að segja það að þetta bara miklu öruggara heldur en ég reiknaði með. Frá Tókíó heim aftur, björgunarsveitamenn hafa farið á 7. tug útkalla vegna fólk sem lendir í vanda eða slasast við eldstöðvarnar á Reykjanesi frá því að eldgosið hófst. Í dag voru 2 útköll með hálftíma millibili vegna 2 sem voru slasaðir á ökkla og þurftu aðstoð að komast niður. Formaður björgunarsveitarinnar Þorbjarnar í Grindavík segir verst þegar að fólk leggur líf og heilsu barna sinna í hættu með því að stíga á hraunið. Mér finnst bara verst þegar fólk að fara með börnin upp á þetta og stilla börnum upp á til þess að taka einhverja myndir, en þetta virkar fyrir fólk, þetta náttúrulega svart á litinn og virkar kólnað, en svo þegar maður fer með, oft sýni ég fólki með hitamyndavél eða eitthvað svoleiðis, á svona stundum bregður í, það sér hvað mikið líf þarna á bakvið, mikið hluti. Þannig að ég held að það sé bara það versta sem fólk gerir núna, það að labba upp á þessu, því þú veist ekkert hvernig þetta að renna.
Bóndi í Skagafirði reiknar með því að þurfa að minnka bústofninn fyrir veturinn þar sem stór hluti túna brunninn. Tún voru byrjuð að skrælna í þurrkum og hlýjendum að undanförnu á norðanverðu landinu. Eftir fremur kalt vor norðanlands má segja að sumarið hafi komið með trukki og dýfu. 20 stiga hiti og þurrkur hefur verið nær sleitulaust frá því í júní. Það hefur varla farið fram hjá neinum hversu hlýtt og þurrt hefur verið á norður- og austurlandi síðustu vikur. Ég held ég geti fullyrt að flestir fagni nú þessum hlýindum en kannski ekki bændur, þar sem að tún eru víða farin að láta verulega á sjá. Í Hörgárdal í Eyjafirði má víða sjá stóra gula þurrkubletti á túnum. Sömu sögu að segja Húnavatnssýslu. Þar muna bændur vart viðlíka þurrk í tæpan áratug. Það hluti af túnunum illa brunnin. Ég myndi giska á svona eitthvað mjög nálagt í að vera 1/50 af túninu annarkvort illa brunnin eða verulega áhrif af þurrki. Ertu bjartsýnn á að staður eins og við stöndum á hérna ná að réttu kútnum? Ekki til að skila uppskeru í haust, það ég ekki mjög bjartsýnn á. En eftir ég með sauðfé þá verður vonandi einhver beit hérna. Í Skagafirði staðan misjöfn eftir svæðum og ljóst að uppskeran verður víða minni en áður. Já, ástandið þyrfti náttúrulega að vera betra. Það ekki að neita því. Staðan ekki eins góð, kannski sem hefði óskað sér. Bruninn nær yfir rúmlega 3 hektara og tjónið því töluvert. Nú ég vonast til kannski ef að gerði nú góða dembu að ég gæti slegið þetta einhvern tíma seint í ágúst, hugsalega, og fengið einhver rúlur að þessu. En ég held að það sé óhjákvæmilegt að það verður eitthvað verður maður að draga saman í haust. Mér sýnist það eins og staðin núna allavega. Á Hrauni 420 kindur á vetrafóðrum og tún í samræmi við það. Því ljóst að ef ekki verður veruleg breyting á veðurfari þarf að draga saman. Þannig að þú gætir eitthvað þurft að skera niður til þess að eiga í fyrir veturinn? Já, mér sýnist að við munum þurfa svona hvað að taka til. Við þurfum eitthvað að fækka, trúlega. Landsmenn horfa vanalega á veðurfréttir og vonast til þess að fá ekki rigningu, það þvert á móti á þér? Já, við erum að fá svona skvettu. Þetta kemur allt saman. Já, sennilega menn þá fyrir norðan fegnir því að samkvæmt því sem ég las á hjá Veðurstofunni áðan að þá rigning bæði í Eyjafirði og Skagafirði. En við ætlum suður yfir heiðar og á Vesturlandið því að hugur í Borgnesingum framtíðar uppbyggingu í Stóru Brákarey. Skoðanir eru nokkuð skiptar hvers kyns uppbyggingu en flestir eru sammála að nýta skuli eyjuna. Ýmis starfsemi var í eyjunni og hún var lögð af í vetur vegna ófullnægjandi brunavarna. Stóra Brákarey tæpir 5 hektarar lands sem nógu stórt til að rúma óperuhúsið í Sydney. Ég held að við þurfum að hugsa Brákarey alveg upp á nýtt. Það er tækifæri núna út af þessum húsnæðismálum sem við höfum verið í til þess að breyta ímyndinni og breyta bara skipulaginu í Brákarey. Ég sé fyrir mig blandaða byggð þar sem væri svona menning og eitthvað smá atvinna og eitthvað svona skemmtilegar íbúðarkjarnar eða slíkt. Áhugahópur með ástríðu fyrir uppbyggingu í Borgarnesi hefur ýmsar hugmyndir. Gamlir borgnesingar, brottfluttir og heimamenn, kjörnir fulltrúar, verktakar og smiðir eru þar á meðal. Það sem svona kannski sniðugast hugsa blandaða byggð og þá vorum við að meina að hafa menningarstarfsemi og kannski einhverja veitingahús, listasöfn eða eitthvað svoleiðis í bland við íbúðabyggð. Og svo eitt sem hefur verið mjög spennandi, það hefur verið talað að gera einhvers konar baðstað þarna úti. Þá kannski eitthvað í líkingu við svona heita potta í sjávarmálinu með sjóböðum og eitthvað svoleiðis sko. Innfæddir borgnesingar stunduðu sjóböð löngu áður en slíkt komst í tísku. Nú tækifæri til að gera deiliskipulag fyrir Stóru Brákarey að sögn sveitarstjórans. En það þetta svo flott eyja sem við höfum sem hefur verið mikið undir atvinnustarfsemi sem að einhverju leyti svona lognast út. Sveitarfélagið á hluta af húsakosti í Inni. Þórdís Sif segir ljóst að rífa verði gamla frystihúsið. Ákvörðun hafi enn ekki verið tekin varðandi önnur hús. Kostnaður við endurbyggingu sé hins vegar það mikill að sveitarfélagið ráð ekki við það. Og ég held að sé allir saman það að það eru gríðarlegt tækifæri í þessum demanti sem hérna rétt við bara í bænum okkar sko. Og óslipaði demantur en virkilega stór og mikil tækifæri. Samfélagsmiðlar nýtast ekki bara fólki til að halda sambandi á tímum samkomutakmarkana og sóttvarna. Tæknin nýtist einnig risaskjaldbökum í útrýmingarhættu. Risaskjaldbakan Hugo 70 og elur manninn í dýragarði í Ástralíu. Hann einn örfára sinnar tegundar í heiminum af tegund risaskjaldbaka frá Galapagos sem eru í útrýmingarhættu.
Fjölmörg fögnuðu því komu Estrellu til Ástralíu í síðastliðnu mánuði og vonir standa til að þau Hugo og Estrella muni fjölga í fáliðum hópi risaskjaldbaka þegar framlíða stundir. Estrella is a female Galapagos tortoise that was imported into Australia from Germany, and very soon she'll be introduced to Hugo after quarantine. But at the moment they can't see each other, and that's like a lot of people in Australia at the moment, and they're catching up on FaceTime or on Zoom chats. Já, líkt og fleiri jarðarbúar nýta Hugo og Estrella með góðræfina hjálp reyndar nútíma tækni til að kynnast og halda sambandi. Það verður víst einhver bið á því að þau geti hist vegna sóttkvíareglna en vonandi verður þau ekki alveg ókunnug þegar þau loks hittast í raunheimum. Turtildúfurnar láta ekki mikið uppi tilfinningar sínar en dýrahirðarnir segjast meta augljósan áhuga á báða búa. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. Veður norðaustlæg átt verður ríkjandi á landinu næstu daga og því ágætis veður í kortunum fyrir sunnan og vestanvert landið en skýjað verður að mestu norðan og austanlands með rigningu á köflum. Hiti gæti náð 20 stigum á suðvesturhorni landsins á morgun og viðbúið að hið sama gerist næstu daga einnig. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum. Það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttirnar í kvöld. Einn Íslendingur var í eldlínunni á Ólympíuleikunum í Tókjó í dag. Anton Sveinn McKee synti þá í undanrásum 200 metra bringusunds. Fjölmargt var á dagskrá leikanna í dag og hæst ber að nefna að Simone Biles dró sig úr keppni. Við heyrum það helsta frá okkar fólki í Tókjó. Og hollenska landsliðskonan Vivianne Miedema búin að bæta markametið á Ólympíuleikum. Hún hefur skorað 8 mörk á 177 mínútum. Helstu fréttir kvöldsins. Metfjöldi kórónuveirusmita greindist innanlands í gær. Deildarstjóri COVID-göngudeildar Landspítalans segir að starfsfólk sé orðið langþreytt vegna manneklu og álags. Mun færri á spítala í Englandi vegna COVID-19 nú en í síðustu bylgju. Einn virtasti faraldsfræðingur Bretlands er bjartsýnn á að sjúkdómurinn verði ekki lengur faraldur þegar líða fer á haustið. Veðurblíðan á norður- og austurlandi að undanförnu hefur haft veruleg áhrif á tún. Bóndi í Skagafirði reikna með því að þurfa að minnka bústofninn vegna heyskorts. Brákarey við Borgarnes býður upp á mikla möguleika í framtíðaruppbyggingu að mati heimamanna. Margar hugmyndir eru íbúðabyggð, veitingastaði og jafnvel sjóböð við eina. Dýrahirðar í Ástralíu nýta samfélagsmiðla til að leiða saman risaskjaldbökur í útrýmingarhættu. Vonir standa til að þær geti fjölgað sér þegar þær mega loks hittast eftir að hafa verið í sóttkví. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn eins og þið vitið uppfærður allan sólarhringinn. Svo minnum við líka á RÚV appið fyrir snjalltæki en þessu lokið að sinni og verið sæl.